Já, það var eiginlega bara frábært. Það var ótrúlega gaman og lærdómsríkt. Það er svo mikilvægt finnst mér að prófa að vera í skóla erlendis, í öðru Evrópulandi. Það var svona stór listaháskóli með svona svolítið öðruvísi aðferðum í kennslu en er hjá okkur. Kynntist þau rosalega mikið nýju og skemmtilegu fólki út allan heim. Einmitt. Við vorum rosalega góðum svona Erasmus-hóp. Krakkarnir sem voru líka að fá styrk, við hittumst öll rosalega mikið og kynntumst og það var rosalega gaman að heyra hvernig það er hjá þeim í náminu þeirra og ýmislegt þannig. Það kom sér vissulega mjög vel að fá þennan Evrópustyrk. Maður hefði örugglega lagt út í þetta hvernig sem var en að hafa svona bakhjarl sem stóð undir leigunni hjá manni og fluginu heim var alveg frábært. Og ég hvet alla sem hafa minnsta tækifæri til að fara í skiptinám að nýta sér það og frekar í Ég sé eftir því að hafa verið í hálft ár. Ég hefði eftir á að hyggja vilja vera lengur en það er spurning hvort það sé upplifun allra. Fyrst og fremst var þetta skemmtileg tilbreyting frá því sem ég vön að vinna í öðru umhverfi með fjölbreyttu fólki frá alls konar löndum og gera öðruvísi hluti og upplifa nýtt og skemmtilegt land. Mér fannst þetta ógeðslega gaman og það er ekki neitt, ég hefði aldrei sleppt þessu, ég myndi aldrei taka þetta tilbaka að hafa farið af því að við lærðum ógeðslega mikið á að vera þarna og þetta var bara eitthvað svo allt öðruvísi og þetta var svona geðveikt þroskandi og bara geðveikt skemmtilegt og bara minningar sem við munum aldrei gleyma. Besta lífsreynsla allra tíma bara. Við þekktumst ekki áður en við fórum til Slóveníu og núna erum við bestu vinkonur. Þannig að við kynntumst í flugvélinni. Já, komum eitthvað á Keflavíkurflugvél, sagði já, bæ mamma, hæ, hvað er við að gera núna? Ég fikk rosalega mikið út úr dvölinni, bæði námslega og félagslega. Ég kynntist fólki frá öllum löndum Evrópu og náði einhvern veginn að kynnast evrópskum kúltúr á svo marga vegu. Ég mæli hiklaust með Erasmus skiptinámi fyrir hvern sem langar til að kynnast evrópskri menningu og víkka sjóndeildarhringinn.